Fyrir nokkrum dögum heyrist í mér núna. Fyrir nokkrum dögum þá minntust við þess að Kristur steig upp á uppstigningardag og við lesum þetta í Guðspjöllunum, frásögnuna af því þegar hann fer með lærisveinunum og fylgjendum sínum öðrum upp á fjall og svo hann tekinn upp til himins og hverfur í skýjum himinsins. Og fór að velta fyrir mér hvernig leið þeim sem sátu eftir, horfðu á eftir honum upp í himinin. Það var hópur manna sem búin að vera saman í 3,5 ár, hverjum degi. Þau eru búin að ganga í gegnum mikla erfiðleika, mikil vonbrigði þegar Kristur dó, mikil gleði þegar þeir áttuðu sig á því að hann var risinn upp. Og svo hann farinn. Þessi hópur var ekkert búin að vera neitt sérstaklega einfaldur hópur. Það var búin að vera misklíð á milli þeirra. Þeir höfðu verið með meting sín á milli. Þeir höfðu óskað eftir því að fá að vera við hægri hönd Krists og vinstri hönd þegar hann kæmi í ríki sitt. Afbrýðisemi. Þeir eru búin að vera ósáttir sín á milli. Einn þeirra hafði svikið. Það voru örugglega vonbrigði líka. Að átta sig allt í einu á því að þessi maður sem hafði nú verið svona sá sem þeir kannski litu upp til, hafði ekki reynst traustsins verður. Og ég hugsa að þegar þeir þennan dag og dagana á eftir eru saman, að þá hafi margt komið upp í huga þeirra. Margt af því sem Jesú hafði sagt sem þeir hafði ekki skilið. Í Jóhannesar Guðspjalli, 17. kafla, 20. til 23. versi stendur, og þetta er bænin sem að Jesú biður kvöldið örlagaríka, og hann segir: ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Það þú og ég. Að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt, eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Aftur og aftur talar hann þetta að vera eitt. Þetta er hugtak sem við þekkjum vel í tengslum við hjónaband. Maður og kona, þau giftast og þau eru eitt. Meiri nánd getur varla fundið milli tveggja einstaklinga. Og Kristur er að tala það að við séum eitt í honum. Hann sagði við þá líka, og þeir hafa örugglega að rifja þetta upp sín á milli: nýtt boðorð gef ég yður að þér elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Og hann hafði líka sagt við þá áður. Í Mattheusar Guðspjalli 5. kafla, í fjallræðunni, og segir hann: þér eru salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt. Menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur ljósastiku. Og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna, að þeir sjáu góð verk yðar og vexa með föður yðar sem eru á himnum. Þeir hafa örugglega rifjað upp alla þessa hluti sem Kristur hafði sagt þeim. Og allt í einu fer þetta að komast í eitthvað samhengi. Og við lesum í Postulasögunni, 1. kaflanum, 12. til og með 14. vers. Það er sagt frá því þegar að þeir eru nýbúnir að kveðja hann þegar hann tekinn upp til himins.
Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu, sem svo nefnt, og í nánd við Jerúsalem hvíldardags leið þaðan. Eftir komu þangað fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust. Pétur, Jóhannes, Jakob og Andrés, Filipus, Tómas, Bartólómeus, Matteus, Jakob Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas Jakobsson. Allir þessir voru með einum huga stöðugir í bæninni ásamt konunum. María móðir Jesú var líka með þeim og bræður hans. Þessir eru allir saman. Þessir menn sem voru búin að vera að kýta, sem voru búin að vera með meting, afbrýðisemi. Þeir voru allir saman og þeir báðu saman. Og þá gerist það, þegar þeir sættast, þegar þeir hleypa anda Guðs að hjarta sínu og þeir fyrirgefa hver öðrum og þeir koma saman í þessari einingu, á hvítasunnu-degi þá heilögum anda úthellt yfir það. Og þeirra áhrifa gætir mjög augljóslega í þeirra samfélagi. Og það stendur í Postulasögunni í 2. kafla, 42. til og með 47. versi. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta settaði hverju manni en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman í einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en Drottinn bætti daglega við í hópinn þeim frelsast létu. Getið þið ímyndað ykkur hvernig það hefur verið ef við erum í þessu samfélagi? Að átta sig allt í einu á öllu því sem að Kristur er búinn að vera að tala við þá í mörg ár. Eitthvað sem þeir höfðu aldrei almennilega skilið. Allt í einu eru þeir móttækilegir fyrir því sem hann var búinn að vera að kenna þeim. Og þeir skilja það. Og það breytir þeim. Það er bara heilagur andi sem getur breytt þeim. Og sagan hún breiðist víða út, fagnaðar erindið Jesú Krist sem dó fyrir synd heimsins til þess að ég og þú mættum endurfæðast og eiga eilíft líf með honum. Menn eins og Páll sem höfðu ofsótt á snúast til trúar og brátt sprett upp söfnuðir utan landsteinana þegar menn fara að boða boðskapinn annar staðar. Í Kólossabréfinu 1. kafla þá Páll að skrifa til safnaðarins þar og hann er að tala það sem hann hefur heyrt þennan söfnuð. Og hann segir: Við þökkum Guði föður Drottins vors Jesú Krists, ávallt við biðjum fyrir yður. Þegar við höfum heyrt trú yðar á Krist Jesú og kærleikann sem þér berið til allra heilagra. Vegna vonar þeirrar sem yður geymd í himnum. Það er þess vegna sem þeir bera kærleika til allra heilagra. Vegna vonarinnar sem að þeir eiga á himnum. Fagnaðar erindisins. Þess vegna. Þá von hafið þér áður heyrt í orði sannleikans, fagnaðar erindinu, sem til yðar komið, eins og það einnig ber ávöxt og vex í öllum heiminum. Það hefur það líka gjört hjá yður frá þeim degi þér heyrðu það og lærðuð að þekkja náð Guðs í sannleika. Og aðeins neðar í sama kafla þá skrifar hann það hvernig hann biður fyrir þessum söfnuði. Við biðjum þess að þér mættu fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilningi andans, svo að þér hegðið yður eins og Drottni samboðið, honum til þóknunar á allan hátt. Ekki bara í einhverjum útvöldum þáttum, á allan hátt.
og fáið borið ávöxt í öllu góðu verki og vaxið að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja yður á allan hátt með dýrðarmætti sínum svo að þér fyllist þolgæði í hvívetna og umburðarlyndi og getið með gleði þakkað föðurnum sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleið heilara í ljósinu. Það er Faðirinn sem gerði þá hæfa til að fá þessa hlutdeild. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkurs og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina fyrirgefningu synda vorra. Út allan heim á þessum tíma að stofnast nýir söfnuðir. Fyrir orð postulana sem að ferðast og predika. Jesú Krist, dáinn og upprisinn, fyrirgefningu syndana, réttlætingu fyrir trú, helgun fyrir hjálp Heilags Anda. Maður getur ímyndað sér hvernig samfélagið þau hefur verið og hvernig fólki hefur liðið á þessum tíma. Og í þessari athugun minni þá fór ég að lesa það sem 19. aldar rithöfundurinn Ellen White skrifaði í bók sinni postulasöguna. Í kafla það sem hann hefur skrifað þróun þessa frumsafnaðar. Eftir úthellingu Heilags Anda, þegar lærisveinarnir gengu fram við boðun hins lifandi frelsara, var hjálpræði sálna eina löngun þeirra. Þeir samfögnuðu í sætleika samfélags hinna heilugu. Þeir voru blíðir, tillitssamir, sjálfsafneitandi, tilbúnir að færa hvaða fórn sem fyrir sakir sannleikans. Í daglegum tengslum þeirra við hverja aðra sýndu þeir þann kærleika sem Kristur hafði boðið þeim. Með óeigingjörnum orðum og verkum lögðu þeir sig í líma við að kveikja þennan kærleika í hjörtum annarra. Slíkan kærleika var þeim trúuðu ætíð ætlað að varðveita. Þeim var ætlað að ganga fram í viljugri hlýðni við þið nýja boðorð. Svo náin átti eining þeirra með Kristi að vera að þeim yrði gert kleift að uppfylla kröfunas. Líf þeirra ætti að margfalda afl frelsara sem gæti réttlætt þá við réttlæti sínu. En, og það hérna sem að ég staldraði við þegar ég las þennan texta og hjartaði mér það seg örlítið. En smám saman varð breyting á. Fylgjendurnir fóru að leita að göllum hjá hverjum öðrum. Þeir dvöldu við mistök og opnuðu þar með leið fyrir óvinsamlega gagnrýni. Mistu sjónar á frelsaranum og kærleika hans. Þeir urðu strangari með tilliti til ytri athafna, urðu nákvæmari varðandi kenningarnar en trúarlífið. Í ákefð þeirra við að dæma aðra, yfirsáust þeim eigin villur. Bjálkinn og flísinn. Þeir týndu bróðurkærleikanum sem Kristur hafði boðið þeim og hryggilegast af öllu, þeir urðu ómeðvitaðir þetta tap sitt. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að hamingja og gleði hurfu úr lífi þeirra. Og hafandi útilokað kærleika Guðs úr hjarta sínu, myndu þeir brátt ganga í myrkri. Gríðarlega stór orð. Þetta fólk sem hafði upplifað allt þetta með Kristi, sem hafði upplifað að fyrstu hendi hvers Guð megnur í því að umbreyta hjörtum, í því að stofna söfnuð. Páll skrifar til safnaða víða, Litlu Asíu, Grikklandi, skrifar til Rómar, skrifar Hebreunum og við lesum það víða í bréfum hans hvernig hann stöðulega að áminna þá og benda þeim á til þess að halda sig við efnið. Í Kórinthubréfinu fyrra, í 1. kafla skrifar hann: En ég áminni yður bræður í nafni Drottins vors Jesú Krists
að þið séuð allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal yðar, heldur að þið séuð fullkomlega saminaðir í sama hugarfari og í sömu skoðum. Því mér hefur verið tjáð yður, bræður mínir, af heimilismönnum Klóe, að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Já, við þetta að sumir segja ég Páls og aðrir ég Apollos, eða ég Kefasar, eða ég Krists, eða þá Kristi skipt í sundur. Mun Páll hafa verið krossfestur fyrir yður? Eða eru þér skýrðir til nafns Páls? Ég þakka Guði fyrir að ég hef engan eða skýrt nema Krispus og Gaius, til þess að enginn skuli segja að þér séu skýrðir til nafns míns. Jú, ég skýrði líka Stefanas og heimamenn hans. Annars veit ég ekki til að ég hef skýrt neinn annan. Ekki sendi Kristur mig til að skýra, heldur til að boða fagnaðarerindi, og ekki með orðspeki, til þess að kross Krists misti ekki gildi sitt. Í annarri bók skrifar Ellen White: Orsök flokkadrátta og deilna í fjölskyldum og í kirkjunni er aðskilnaður frá Kristi. Að koma nær Kristi er að nálgast hvert annað. Leyndarmál sannrar einingar í kirkjunni og í fjölskyldunni er ekki samningatækni, ekki stjórnun, ekki ofurmannleg viðleitni til að sigrast á erfiðleikum, þó að margt af þessu verði að gera. Heldur eining í Kristi. Í 3. kafla Kólósebréfsins skrifar Páll til safnaðarins þar, og kannski sem leið til þess að fyrirbyggja að hlutirnir gerist. Hann segir: umberið hver annan, fyrirgefið hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skuluð þér og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem er band algjörleikans. Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar, því að til friðar voru þér kallaðir sem limir í einum líkama. Verið þakklátir. Það er ekki langt síðan við heyrðum frá ræðustólum hér, 2 vikur held ég að sé, þar sem að sagt var frá rannsóknum sem hefur verið gerðar af fólki sem að var þakklátt, sem að markvisst leitaði leiða til þess að finna hvað það gæti verið þakklátt fyrir þessa vikuna eða þennan daginn. Og marktækar breytingar á líðan þeirra fylgdu í kjölfarið. Þannig erum við ekki að tala um neitt sérstaklega, þetta var ekki kristin rannsókn, þetta var bara sálfræði. Þetta verið áhrif. Og þarna í þessum texta þá fer hann að líkja kirkjunni við líkama. Það sem allir hafa hlutverk sem eru ólík, hlutverk sem eiga að vera ólík til þess að söfnuðurinn geti vaxið, til þess sem hann á að gera. Og hann skrifa líka um þetta í 1. Korinthubréfi í 12. kaflanum, og það segir hann: því eins og líkaminn er einn og hefur marga limi, en allir limir líkamans þótt margir séu eru einn líkami, þannig er og Kristur. Og hann heldur áfram með þessa skemmtilegu samlíkingu og hann segir: ef fóturinn segði fyrst ég er ekki hönd, þá heyri ég ekki líkamannum til, þá er hann ekki fyrir það líkamannum óháður. Og ef eyrað segði fyrst ég er ekki auga, þá heyri ég ekki líkamannum til, þá er það ekki þar fyrir líkamannum óháð. Og aðeins neðar segir hann: augað getur ekki sagt á höndina ég þarnast þín ekki, né heldur höfuðu við fæturna ég þarnast ykkar ekki. Og það getur ekki allir verið auga heldur. Og það getur ekki allir verið litla tá. Það væri eiginlega svona svolítið spaugileg mynd af einstaklingi sem væri bara ein litla tá eða eitt auga. Við þurfum fjölbreytt hlutverk til þess að byggja upp eitt söfnuð. Og hann segir: og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum. Eða einn limur er í hávegum hafður, samglæðjast ekki allir limirnir með honum.
Þér eru líkami Krists og limir hans hver sig. Og svo tínir hann til þessi mismunandi hlutverk. Suma hefur hann gert postula, aðra spámenn, fræðara, gáfur til að gera kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórna og tala tungum. Og svo segir hann, hvort eru allir postular? Hvort eru allir spámenn? Er allir fræðarar? Nei. Og svo heldur hann áfram og segir, nei, sækist heldur eftir náðagáfunum þeim hinum meiri. Og nú bendi ég yður á ennþá miklu ágætari leið. Og svo kemur þessi stórkostlegi klísjukenndi 13. kafli fyrra Korinthubréfs. Þið þekkjum hann. Það er samt að lesa hann. Af því það eru fáir kaflar betri. En takið eftir því að hann segir þetta í þessu samhengi. Hann er að tala um söfnuðinn, uppbyggingu kirkjunar, þessi mismunandi hlutverk, þessar gjafir sem Guð hefur gefið hverju og einu okkar. Og svo segir hann, svo ætla ég að benda ykkur að ennþá miklu ágætari leið. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóm og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað. Esjan er komin á Suðurnesið núna, eða vissu það ekki. Þó ég hefði þessa trú, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, þá væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, hann öfundar ekki, hann er ekki raupsamur, hann hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en hann samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, hann trúir öllu, hann vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, tungur, þær munu þagna og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor, hún er í mólum, spádómur vor, hann er í mólum. En þegar þið fullkomna kemur, þá líður það undir lok sem er mólum. Þegar ég var barn, talaði eins og barn, hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn, en þegar ég var orðinn fulltíða maður, þá lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem við skuggsjá, í ráðgátu. Þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekkja, eins og ég sjálfur er gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von, kærleikur. En þeirra er kærleikurinn mestur. Íris las fyrir okkur vers sem ég hafði valið, sem var í Efesusbréfinu 4. kafla á 15. versi. Og ég ætla að lesa aftur. Í þessu samhengi að við erum líkami Krists. Það er hann sem er höfuðið, við erum limir á þessum líkama. Við höfum öll hlutverk. Ekkert hlutverk er minna virði en annað hlutverk. Allur líkaminn þarf að geta starfað. Ég geti farið út í langa samlíkingur við líkama, verandi læknir. En ég held þess þurfi þess ekkert. Hann segir, Páll til Efesusmanna, við eigum heldur að ástunda sannleikann í kærleika. Ástunda sannleikann í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið, Kristur. Það er hann sem er höfuðið. Við höfum að vaxa til hans.
Þegar ég verð eitt í Kristi og þegar þú verður eitt í Kristi, þá er eining á meðal okkar. Og hún verður aldrei öðruvísi. Þegar þú ert eitt í Kristi og þegar ég er eitt í Kristi, þá er eining á meðal okkar. Hún verður aldrei öðruvísi. Við þekkjum svo vel orðin úr 3. kafla Opinberunarbókarinnar. Það sem Kristur sjálfur kemur með skilaboð til kristinna manna á síðustu tímum og hann segir: ég þekki verkin þín. Ég þekki verkin þín. Þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú værir heitur eða kaldur. En af því þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur muni skirpa þér út af munni mínum. Þú segir: ég er ríkur. Ég er orðinn auðugur og ég þarfnast einskis. Við erum ekki að tala um efnislega ríkdóm, við erum að tala um þessi andlegu auðæfi sem felast í fagnaðarerindinu, sem felast í því að Kristur dó fyrir þig og fyrir mig. Ríki ungi maðurinn sagði: mér vantar ekkert, ég hef gert þetta allt. Hann var ekki bara ríkur af peningum, hann var líka ríkur af eigin réttlæti. Mér vantar ekkert, ég hef gert þetta allt. Og þegar Kristur benti honum á að það var ekki svoleiðis, þá gekk hann hryggur í burtu. Og það er eins hér. Við getum valið að ganga hrygg í burtu eða við getum valið að taka við því sem hann býður. Hann býður þér að kaupa eitthvað. Og hann segir í 18. versinu til og með 21. að ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skírt í eldi. Ég ræð þér að gera það til þess að þú verðir auðugur. Muni eftir orðunum: sælir eru fátækir í anda. Sælubóðurinn, Kristur, fjallræðan. Sælir eru fátækir í anda. Það eru þessir. Það eru þeir sem kaupa gull skírt í eldi. Þeir sem ekki eru fátækir í anda, þeir hafa enga ástæðu til að kaupa gull skírt í eldi. Sælir eru fátækir í anda. Og ég ræð þér að kaupa af mér hvít klæði til að skýla þér með, að eigi kom í ljós vanvirða nektar þinnar. Nekt mín felst í ófullkomleika mínu, í óréttlætinu sem ég stunda, sem er mér eðlislegt, í eigingirninni minni. Hvernig á ég að fela hana? Með réttlæti Krists. Það eru hvítu klæðin. Það er það eina sem ég get falið mitt óréttlæti með. Og ég ræð þér að kaupa af mér smyrsl, að smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi. Það er bara heilagur andi sem að lætur mig sjá munin á réttu og röngu. Það er engin annar sem getur gert það. Munurinn á réttu og röngu er eins afstæður án heilags anda eins og ég og þú. Okkur getur fundist tvennt algjörlega ólíkt og verið sannfærð um þessi rétt. En með heilugum anda þá er engin vafi. Þess vegna þurfum við að kaupa þetta af honum. Það er bara þannig sem það getur verið eining. Það er bara þannig sem líkaminn getur verið heill og starfa saman á þessu markmiði sem er boðun fagnaðarerindisins. Ellen White skrifaði: ég ætla að klára úr Opinberunarbókinni. Hann segir áfram: alla þá sem ég elska tifta ég og aga. Ver því heilhuga, gjör iðrun. Sjá, ég stend við dyrnar og ég kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, það sem hann er að gera, hann er að banka. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum,
Þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann með mér. Og loforðið til þessa fólks sem svona ófullkomið og telur sig vera ekki ófullkomið, það stórkostlegra en flest önnur loforð í Biblíunni. Því hann segir, þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Í bókinni Christian Service þá skrifar White: Þegar við færum hjörtu okkar til einingar við Krist og líf okkar í samhljóm við verk hans, mun andinn sem kom yfir lærisveinana á hvítasunnudag koma yfir okkur. Langar til að enda á versum úr 3. kafla Jakobs bréfs 17. til 18. versið. En sú speki sem að ofan, hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm. Hún ljúfleg, sáttgjörn, full miskunnar og góðra verka, góðra ávasta, óhlutdræg, hræsnislaus. En ávextir réttlætisins verður sáð í friði þeim til handa frið semja.